Alla morguns var það í byrjun vikunar. Þá víst minn drottinn sagði, leita hjá mér hugunar. Komið sæl og innilega velkomin í helgistund til okkar hér í Lindakirkju. Gleðilega páska. En það var Katrín Valdi sem byrjaði á því að syngja hér fyrir okkur einsöng Ekki gráta elsku barn, sem ein af þessum kveðjum fyrsta og kveðjum páskadagsins. En með henni Katrínu eru Áslaug Helga, Andrea Bóel og Guðrún Óla að syngja hér, og við píanói situr Óskar Einarsson og Séra Dís Gylfadóttir mun lesa fyrir okkur Guðspjalli hér á eftir og leiða okkur í trúarjátningunni. Ég hvet ykkur til að taka undir svona þegar á að syngja með. Eðli málsins samkvæmt þetta nú mest flutningur á þessari helgistund, en við syngjum saman einn upprisusálm hér á eftir og textin birtist hérna neðst á skjánum. En við skulum hefja stundina með því að signa okkur og biðja saman með orðum Hallgríms Péturssonar. Segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo aldrei synd ég hafni. Og þá ætlar Guðrún Óla að syngja fyrir okkur lag sem kallast Via Dolorosa og leiðina sem Jesús gekk með krossinn. Gjörðu svo vel. Los soldados le abrían paso a Jesús.
þjóðir það ganga þjáningana megin upp á Hausaskeljastað. Heyrum heilagt Guðspjall. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar, sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafamunnanum. En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því leitið að Jesú frá Nasaret hinn krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Nú skulum við játa trúna saman. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú viljum við endilega biðja ykkur að taka undir með okkur í þessum fallega páskasálmi sem við erum vön að syngja hér á páskadagsmorgun, fullar hendur af blómum. Venjulega skiptum við strákar og stelpur, en við sleppum því að þessu sinni syngjum bara öll saman allan tíman. Fullar hendur af blómum þú hefur, hvaða vinur hlýtur þau að taka? Út að gröf Jesú gekk ég með blómin, fann þá tóma gröf, hann lá ekki þar. Halleluja, halleluja, halleluja.
náð sé með okkur öllum og friður frá Guði, Föður og Drottni Jesú Kristi. Ég hef eins og margir aðrir nota tíman í að hlusta á eitt og annað á Storytel meðal annars, ýmsar skáldsögur og þær eru yfirleitt þannig gerðar eins og við vitum að þær hefjast einhvern veginn og svo eitthvað svona rís og svo enda það líka einhvern veginn. Það koma einhvers svona málalók og oft það þannig með ýmsa atburði í lífinu líka. Við lendum í einhverju, leysum það og það fær einhverja svona góða lausn vonandi. En þetta nú samt þannig með lífið að stundum liggur þetta allt saman einhvern veginn hlið við hlið og allt saman að gerast á sama tíma og við finnum það til dæmis hér í kirkjunni og í kirkju landsins að svona í venjulegu árferði þá kannski sama daginn eftir vill skírna sem að ungi foreldrar eru að bera barnið sitt til skírnar og svo kannski kisturlanding sama daginn eða útför og þannig að gleðin og sorgin eru þarna allstaðar og marinn þetta líf hvor á sinn hátt. Og mér finnst það einmitt svona mjög tákgrænt að þegar ég var að ganga hérna niður eftir áðan og þá gekk ég hérna fram hjá leikskólanum Fífusölum og þar einmitt hliðið þar inn sem svona snýr beint á móti sáluhliðinu hérna í Kópavogskirkjugarði. Þannig eru bara nokkur 100 metrar á milli. Það sem yfirleitt iðar af kæti og barnslegri gleði og svo aftur á móti kyrrð dauðans þarna skammt undan. Og já, dauðin alltaf skammt undan. Það hefur verið sagt að dauðin sé örugglega lýðræðislegasta stofnun í heimi. Það fá allir einn. Það einn dauði á mann. Alveg sama hvað þú heitir, á hvaða stétt þú ert, hvort þú ert frægur eða þið finnst þú ekki vera neitt einhvern veginn, þá eitt sem öruggt. Við eigum öll eitt stykki dauða. En páskadagurinn, hann færir okkur nýjan boðskap. Hann talar inn í þetta sem að við þurfum öll að horfast í augu við, þennan síðasta óvinn. Allt í einu kemur svar við einhverju sem algjörlega út úr okkar höndum og miklu meira í raun og veru heldur en það sem nú að vera. Óvinnurinn sem við bara ráðum ekkert við. Jesús rís upp frá dauðum. Og þá einmitt spurningin, hvað ef þessi endir sem ég var að nefna, sem við eigum öll vísan, bara byrjunin. Hermennirnir sem köstuðu hlutum kistilans, það að segja að þeir skiptu með sér fötunum hans Jesú og köstuðu svo hlutum fallegan kistil sem hann átti, það að segja köstuðu kannski í tening eða eitthvað svoleiðis. Þeir hefðu aldrei farið að stofna veðbanka það að þessi maður ætti eftir að rísa upp á 3. degi eftir að hann var deyddur á krossinum. Eftir meðferðina sem þeir gáfu hann. Aldrei. Ekki einu sinni vinir hans sem að Jesús hafði þó sagt frá því hvað ætti eftir að gerast. Þeir biðu ekki í ofvæni eftir því að sjá, ok, þetta svona núna, strákar, bíðum aðeins og kæru systkin bara þetta, hann búinn að segja okkur að hann eftir að rísa frá dauðum. Nei. Þeir flýðu í dauðansofboði og lokuðu sig inni. Þeir voru hræddir. Og svo segi ég frá þessum atburðum. Það sem að konurnar komu út af gröfinni. Og það voru ekki að koma til að athuga hvort að Jesús væri örugglega upprisinn. Það ætluðu að fara og smyrja líkama hans, það voru með blóm, fullar hendur af blómum og eins og við sungum hér áðan og það ætluðu að koma á vottunum virðingu sinna eins og þegar við förum út í kirkjugarð með blóm handa okkar nánustu sem hafa hvatt þetta líf.
Það var tilgangurinn og það gerði svolítið óvænt. Hann var ekki lengur í gröfinni. Það finna hermennina sem átt að gæta grafarinnar og við fáum sögu engil sem settist á steinin sem var búið að velta fyrir grafamunnan. Mér finnst þetta alveg ótrúleg frásögn. Ég hef einhvern veginn aldrei séð fyrir mér engil sem situr. Ég hef frekar séð fyrir mér hann hefði staðið upp á steininum. Ekki óttast, hann upprisinn. Nei, hann situr á steininum. Og það er svolítið gaman að ímynda sér að hann vil hlamma sér ofan á steinin jafnvel og býði það bara í rólegheitum og þið eru að leita Jesú frá Nasaret. Hann ekki hér, gröfin tóm, hann upprisinn. Og það þessi sitjandi engil sem fær að flytja þeim þessar fréttir. Hann upprisinn. Og vinkonur hans hlupu í dauðans ofboði. Segir Markús af Guðspjall. Það hlupu á staða því að þær voru eiginlega hálfhræddar. Svo fáum við að vita betur að þeir sögðu lærisveinunum og þeir hlupu út á gröfinu og komu staðinu sanna og hvað hafi gerst og hafa flutt fréttirnar til okkar. Og við erum enn að tala þetta í dag, árið 2020. Og hvað með það, sagði ég einu sinni, þegar ég las kristilegt blað sem barst inn lúguna hjá mér þegar ég var tvítugt. Hvað með það? Það sem að mér finnst vera svo mikilvægt varðandi boðskap Nýja testamentisins og það sem að segja mér kannski sannleik þessara orða sem við lesum hvernig þetta sett fram. Nýja testamentið, ef það væri áróðursrit, sett fram sem áróðursrit, þá held ég að allir almannatenglar myndu setja upp rauðuljósin og allar auglýsingarstofur segja nei, ekki setja þetta svona fram. Vegna þess að frásagan upprisuna, milli Guðspjallanna, þetta eru mjög ólíka frásögur sem segja þó frá sama atburðinum. Væri ekki næra að koma sér saman hvernig við ætlum að segja söguna? Gæti einhver spurt. Og það í rauninni það sem gerir þetta trúverðugt. Vegna þess að ef við segjum frá sama atburðinum, sitt í hverju lagi, sem við höfum þó upplifað, þá sjáum við það öll með ólíkum augum. Og annað sem mér finnst alveg magnað og Guðspjöllin eru þó sammála að það voru konurnar sem kom út af gröfinni sem áttuðu sig á því fyrstar hvað hafi gerst, að Jesús væri upprisinn. Og vitnisburður kvenna var til dæmis ekki tekinn gildur fyrir dómi á þessum tíma og á þessum slóðum. Og hvernig datt mér í hug þá að gera konurnar að fyrstu vitnunum að upprisunni? Það minnir okkur aftur á hirðana á jólunum sem voru í lægsta þjóðfélagsstiganum. En þeir fengu að upplifa fæðingans og þá eru konur sem að þá bara höfðu ekki sömu þjóðfélagsstöðu því miður og hafa í dag, þær fá að segja þessar gleðifréttir. Vegna þess að Guð fer ekki mannkynjar álit. Hann lítur ekki á kyn eða þjóðfélagsstöðu. Hann elskar okkur öll sem sín börn. Og þessar gleðifréttir eru okkur öllum gefnar. Jesús upprisinn. Og ef Jesús ekki upprisinn, raunverulega, líkamlega, þá þetta allt saman bara tómt humbúk og vitleysa sem að standa í hérna. Síðastir óvinurinn hefur verið sigraður. Jesús sannarlega upprisinn. Og dauðinn uppsveldur í sigur eins og orðið segir. Og þessi sigur okkur öllum ætlaður. Öllum okkur sem fáum einn dauða á mann, þá upprissan okkar líka. Ein á mann. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda,
svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Áslaug Helga að leiða okkur eða syngja fyrir okkur söng sem heitir Lokin á upphafinu, sem að þá hverfum við inn í íslenska veruleika þar sem maður situr í rútu á leiðinu á Sauðárkrók og hann að lesa í Biblíunni og það verið að spjalla fæðingu Jesú og upprisuna. Og við skulum ekkert hafa þetta lengra, gjöru svo vel. Ég var að ferðast daginn á þjóðveg númer 1 í rútu á Sauðárkrók. Þegar maður sem sá ég sat þar og spurði hvað þessi bók. Og að bragði svaraði ég, hún eldgömul en alltaf þó sem ný. Á metsölulistum víða heim, hún segir glöggt frá því. Hann var getinn að vanda fæddur af mig í bænum litla Betlehem. Englar sungu dýrð og frið með mönnunum, eða sáu litla barnið sinn. Var gefið að valda á himn og jörð og kraftaverk og vakti vor. Og Guð elskar þennan heim, því að hann gaf sinn engan son. Til þess að hver sem á hann trúir eigi eilíft líf, til neldu hann á kross. Og hættur og einn hann píndist og dó, en þá urðu lok á upphafinu. Þetta biblíuþvæla, hann svaraði mér, ég þekki þessa bók. Ég veit að trúarbrögð byggja á skömm og ég þarf ekki svona djók. Þetta þjóðsagnablaður og bull, veikum hækjað haldra við. Viltu hlusta smá stund, þá ansaði ég honum, sál þín getur eignast frið. Hann var getinn að vanda fæddur af mig í bænum litla Betlehem. Englar sungu dýrð og frið með mönnunum, við að sáu litla barnið sinn. Var gefið að valda á himn og jörð og kraftaverk og vakti vor. Og Guð elskar þennan heim, því að hann gaf sinn engan son. Til þess að hver sem á hann trúir eigi eilíft líf, þeim neldi hann á kross. Og hættur og einn hann píndist og dó, en það urðu lok á upphafinu. Lok á upphafinu, hann hváði leið og glotti, hvað með það? Hann var drepinn sem glæpamaður á Húsaskeljastað. Ég sagði það ekki allt, sagan endar þar, því hún gildir hér og nú. Dauði hans gefur líf, því að gröfin tóm, svo ég og þú eigum lífið eilífð fyrir trú. Hann var getinn að vanda fæddur af mig í bænum litla Betlehem. Englar sungu dýrð og frið með mönnunum, við að sáu litla barnið sinn. Var gefið að valda á himn og jörð og kraftaverk og vakti vor. Og Guð elskar þennan heim, því að hann gaf sinn engan son. Til þess að hver sem á hann trúir eigi eilíft líf, þeim neldi hann á
Við skulum biðja saman. Drottinn, við þökkum þér fyrir að við megum fela þér allt sem á okkur hvílir. Gleði okkar og sorgir. Og við felum þér þau sem nú eigum sárt að binda. Viltu koma með friðinn þinn og hjálp og gleði eins og þú einn getur gefið til þeirra. Við þökkum þér fyrir að þú ert með okkur þar sem við erum og í öllu sem við höfum að stríða við. Drottinn Jesús, líf og ljós, oss þín blessuð elska veitir. Öllu stríði loks þú breytir, sæluríkt í sigur hrós. Mæðu og neyð þín miskunn sefi, með oss stríði kraftur þinn. Sigur þinn oss sigur gefi, sigur hetjan, Jesús minn. Við felum bænirnar okkar í bænina sem Jesús kenndi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Min drottinn Jesus, det var och synder heimsins bar. Han läser mig och ner och leder hem. Drottning sem jag tror i allt. Það frelsis verk var fullkomnað. Á hausans skeljasta, hann lesir mig og ner og leiðir heim. Drottinn sem ég trúi á.
þakka ykkur fyrir stundina og friður Guðs sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Jesú Kristi. Amen.